Stefán Bonó eiginlega? Já, bara eins og venjulega bara. Þá farið á stúfana og heyrt í umboðsmönnum og sem betur vera þá var þessi á lausu þarna svona þegar við vorum að velta fyrir okkur að skipta fyrir áramótin. Og við erum auðvitað mjög lánsamir að hafa hann en hins vegar náttúrulega er liðið alltaf að spila betur líka. Varnarlega höfum við verið að bæta okkur jafnt og þétt allt tímabilið og svo náttúrulega kannski núna er hlutverkaskiptingin skýrari og betri hjá okkur heldur kannski hún var fyrir áramót. Þannig að við vorum auðvitað með frábæran einstakling líka fyrir áramót, leikmann sem gat alveg sett 30-40 stig að því var að skipta en kannski hlutverkaskiptingin ekki alveg eins og kannski hún þurfti að vera, þannig að við gerum þessa breytingu. En það er með ólíkindum að sjá, það er ekki nóg með að hann skori 48 stig, heldur þessi gæi er á stærð við mig og hann tekur 12 fráköst. Já, hann er náttúrulega með gríðarlega sprengikraft og ég bara man ekki eftir öðru eins. Hann er með alveg ótrúlegan stökkkraft svona beint upp á gólfi og það er listi sem hann getur leikið í háloftunum þegar hann er að tróða, sko. Þetta er alveg með hreinum ólíkindum. Þetta er mikill íþróttamaður. En það sem kannski er líka í þessu er að þetta er frábær karakter og svona hann litar samfélagið sitt svona jákvæðum litum og leikmenn elska að spila með honum, þó kannski að menn myndi halda að því að hann er að skora mikið í sumum leikjum en hann einhvern veginn tekur samt, mönnum finnst ekki eins og hann sé að taka frá mönnum því hann er alltaf á kíkinu líka eftir því að finna aðra en auðvitað koma moment kannski svo núna í kvöld þar sem hann fór bara á flug í seinni hálfleik og tók skotsýningu. En þá er það líka bara þannig að hann er búinn að vinna fyrir því og leikmenn unónu þessu. Þetta snýst þetta í þessu liðsporti, það er bara þannig. Voðalega sæt tilfinning eftir að hafa tapað á heimavelli fyrir Keflavík að svara fyrir sig svona útöðli? Jú, vissulega. Við vorum ekki að spila vel í þeim leik. Keflavík hins vegar að spila mjög vel í þeim leik, mikil stemning hjá þeim og reynda var jafnræði með liðunum eftir fyrsta leikluta en svo bara stungu þeir okkur af og ég held þeir hefði náð mest 30 stiga forystu og við náðum að minnka held ég niður í 12 ef ég man rétt. En fyrst og fremst náttúrulega er þetta frábær sigur bara í þessari gríðarlegu baráttu sæti í deildinni en vissulega auðvitað, þú veist, þessi barátta milli þessara tveggja liða, þessara nágranna og halda þessum liðum á tánum öll þessi ár í áratugi, gerir þetta auðvitað skemmtilegt og þau hjálpa hvort öðru í rauninni að halda sér á tánum og vera alltaf góð. Það sé líka, þú veist, stemmingin sem var svona betri stemming Njarðvíkurmegin í stúkunni í kvöld, funduð þið fyrir því? Já, engin spurning, ég er algjörlega sammála því, við vorum að tala um þetta fyrir leikinn bara svona 10 mínútur fyrir leik, þá var miklu fleiri Njarðvíkingar í húsinu þannig að ég er bara mjög þakklátur fyrir stuðningi sem við fengum, já, og við fundum fyrir honum, ekki nokkuð spurning og það hjálpar alltaf í svona leikjum, það er bara þannig. Þið eru, já, með þessum sigri að þá hangið í toppliðunum? Já, við erum kannski í sjálfu sér ekkert svo upptekni við að velta fyrir okkur þessum kannski liðum fyrir ofan okkur, við bara tökum bara hvern leik fyrir einu, við viljum vera betri og það hefur verið markmið í vetur. Við teljum okkur geta spilað góðan körfubolta og árangursríkan körfubolta og það er það sem við erum að vinna í. Við sjáum svo bara hvað setur þetta þegar upp verður staðið en sigurinn er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægur því að þetta er svo svakalega þéttur pakki. Til hamingju með sigurinn. Takk hérlega fyrir það.